Það held ég, við erum búin að bæta við okkur núna á línuna stuðningsmanni Arsenal, við ætlum að fara aðeins og skoða núna meistaradildar sætisbaráttuna eða toppbaráttuna, hún er ekki síður hörð heldur en baráttan sem að Liverpool er í við Manchester City og til að ræða þetta með okkur erum við búin að fá eins og ég segi stuðningsmann Arsenal og mesta víking landsins, er ekki hægt að tala þannig. Einar Guðnason, fólk ræður svo bara hvaða skilning það setur í það? Jú, það er hægt að segja það. Yfir þjálfari víkinga á Jú, og ýmislegt annað. Herðu, sæll og velkomin og ég eins og segi, þetta er þú veit fyrsti fulltrúi Arsenal á kopp.is. Annarka vinur minn á Selfossi er stuðningsmann Arsenal, þeir eru flest allir ekki viðræðu hefur þetta. Það er mikill heiður, samt leiðilegt að Maggi sé ekki, gamall draumur að fá að vera á honum í podcasti, en það kannski, ég fæ kannski vera með honum sett. Ekki spurning sko, en málið er að Maggi sem sagt, við erum að fá stuðningsmann Arsenal og Maggi kemst ekki út, hann er fastur í London, þetta er eitthvað öfusnúið. Við vorum með Magga með daginn og hann var í Stockport og það er ekki netsamband þar, ég heldur, reynum þetta ekki til bili, sko. Herðu, það er líka alveg ofmetið að vera með Magnús í podcasti, sko. Byrjum aðeins á, bara þessari baráttu Einar varandi meistaradildarsæti, þú veist, það eru 3 stig sem að skilja milli núna liðin í 4. og 7. sæti, Chelsea, Arsenal og Manchester og þú veist, það er náttúrulega ekkert sjálfgefið baráttan að fara ofar svo sem enga veginn búin á þessu stigi eðlilega, en þú veist, kjölfara þessum leikum helginast góður sigur á Chelsea, hvernig metur líkurnar inni hjá Arsenal? Ég var bara að segja, ég er ekkert alltof bjartsýnn, það er svona, þetta ár hefur byrjað mjög illa og bara bæði ég og mínir nánustu Arsenal-vinir erum bara mjög svartsýnir, bara eins og er. Líka meiðslin í þessum hóp eru náttúrulega ekkert eðlileg og svo náttúrulega stuðið þau núna. Þannig að við erum ekkert, allan ekki ég er ekkert sérstaklega bjartsýnn að Arsenal endi í topp 4 og ég er svona eiginlega meira að vona að við náum að vinna þessa Evrópudeild til að koma okkur þannig inn í þessa meistaradeild á næsta ári. Það náttúrulega opnar rosalega fyrir þessi lið sem að 4. til 7. eða 5. til 7. sæti, að það er nú oft þá allavega option þar í gangi og ég minn er ekki Arsenal þá eitt af sterkari liðun sem eftir er þar svona allavega á pappír. Jú, og Chelsea náttúrulega er þannig líka og það verður kannski svona okkar helstu keppinautar í þessari keppni svona reikna ég allan með. Nákvæmlega, hann ætla áfall í þess, var ekki Chelsea leiknum sem að Bellerín fer út frá allavega þetta tímabil og Rob Holding, er hann ekki búinn líka á þessu ári? Jú, Rob Holding sleit hann að crossbund á móti United var ekki nóvember, desember og svo fór Bellerín líka crossbund og þetta er náttúrulega, Bellerín nýstíðin upp úr öðrum meiðslum. Mustafi búinn að vera mikið meiddur, Holding náttúrulega frá, svo hafa þeir bara flestir verið að glíma við eitthvað nema framherjarnir 2, þeir hafa sloppið náttúrulega, Welbeck fekk hann að fótbrotna illa og hann er bara búinn. Það er default stilling svo sem er honum, en ég meina svo Rob Holding, ég meina er ekki að tala um að þetta sé kannski meiri missir heldur en kannski svona aðrir stuðningsmenn Arsenal kannski meta, hann var alltaf búinn að vera það litla sem ég séð var hann ansi spreggur eða kannski liðið öflugt þegar hann var að spila. Já, hann leynir á sér. Í upphafi tímabils vildu margir stuðningsmenn Arsenal bara lána hann frekar en Chambers. En hann kom mjög sterkur inn í þetta tímabil og svona það sést kannski á að liðið hefur nokkurn veginn svona hrunið eftir að hann meiddist, allan ekkert gengið, hvort sem það er því að þakka eða kenna að hann sé frá eða ekki. En hann var þannig svona eins og, ég held að Arsenal stuðningsmenn svona sakna hans núna, en þeir gerðu sér ekki grein fyrir því þegar hann meiddist að menn myndi sakna svona mikið. En hann gerði bara það sem hann gerði mjög vel og var ekkert svona, hann var ekkert eitthvað flashy varnarmann, hann bara vann sína vinnu og stolt hana frá sér og
með svona þokkalega tölfræði. Svona, allt í lagi, hann með einhverja 62% svona skatleiðinni sem hann vinnur og svona. Og sem með Mustafi, hann reyndar með kannski, hann með aðeins meira en á móti kemur á Holding kannski meira svona intercept, þá betri, með hærri, betri tölfræði. Ég ætla að klippa þetta aðeins, Einar, ég ætla að klippa þetta aðeins hérna, ég bara kem aftur inn, en þú veist, netsambandið svolítið risjátt hérna af og til, ég veit ekki hvort þú getur eitthvað gert, en bara... Hjá mér? Ok, ég ætla að hvort það sé eitthvað betra hérna. Frammi. Er ekki rétt, Steini, kemur ekki... Jú, það var svona smá gemveru dæmi. En heyrið betur í mig núna? Allavega þessi setning kom fínt. Ok. Bara svolítið hérna, svolítið brölt á þér, hljóð þetta, hérna, bara þú snertir mikrofóninu, þetta er fínt núna, sko. Ok. Herðu, bara, ok, vörnin klár, ég ætla bara rétt að koma inn á Özil og svo höldum við fram. Herðu, ok, já, nokkulega, þetta eins og maður sagði fyrir móta, það var alveg fyrir sig að varnarleikurinn í Arsenal yrði skrullegur og þetta náttúrulega hefur kannski svolítið komið á daginn og eins og sáum í seinni leiknum hjá Liverpool Arsenal, þá var þetta ansi skröllegt á tímabili móti kannski fyrir leiknum þar sem þeir voru, ég meina Arsenal eitt af besta lið sem við mætt í fyrir leiknum besta lið sem Liverpool mætt á þessu tímabili, þannig að eitthvað breyst, en svo líka náttúrulega er þetta ekki svolítið vel pirrandi og kannski dýrt fyrir nýjan stjóra að hann virðist alveg gjössalega komið upp á kant við Mesut Özil sem er það ekki dýrasti leikmaður félagsins? Jú, ég veit nú bara ekki hverju að trúa með það. Maður svona að vona að hann sé bara meiddur í rauninni frekar hann sé komið upp á kant við stjóran, því að þetta er náttúrulega besti leikmaður í félaginu, hæfileika ríkastur hana. Og maður sér að sóknarleikurinn er allt öðruvísi þegar hann er í liðinu en hann er ekki, sko. Langmest skapandi leikmaður og sennilega svo mest skapandi í deildinni út í það fyrir. Já, þetta er alltaf, maður finnst það frekar skrítið ef að þetta er alltaf, eins og þú segir, það er erfitt að spá þessi kjaftasögun, hann hefur greinilega verið eitthvað í gangi í hausnum á honum, ekki bara í Arsenal alltaf. Það eru alls konar sögur í gangi að hann hefur einhver andleg vandamál og svo bakvandamál og svona, maður veit ekkert hvað satt í því, en maður veit ekki hvað maður á vona í rauninni, maður bara vonar hann spila næsta leik og geti eitthvað. Er það að rugla saman slúðursögunum á honum og Nathan Klein eða? Já. Það hlýtur samt að vera eitthvað því að einhver ástæða fyrir því að hann er ekki að spila þessu leiki og það er ekki, ég myndi ekki segja að það væri taktísk ástæða, ég trúi því ekki, hann fer ekkert út á móti Brighton á taktískum ástæðum til dæmis. Nei, maður svo sem skilja aldrei þegar félögin kom ekki með þá skýr, ef að menn eru meiddir að þeir kom ekki með þá bara skýrt á blaðamannafundi en hérna, hann er auðvitað að spá í þetta en fyrir kannski aðeins aftar og ég meina þú veist, Arsenal þeir gerðu náttúrulega heljarna breytingar í sumar, einhverju mestu bara svona sinna við fórum að fylgjast með þessum þetta miklum áhuga, ég tala fyrir okkur Einar, Steini náttúrulega fjörgamall, þannig að hann kannski mann lengra, en ég meina Arsene Wenger fer og þeir fá til dæmis sem var kannski ekki síður spennandi hennar frá Dortmund, Sven Militant og hérna, ég meina voru þetta góða breytingar á þínum mati, eða hvernig myndur það núna 6 mánuður setna? Já, Militant kom í desember 2017 og hann byrjaði sterkt, hann byrjaði að kaupa Mavropano sem við höfum reynda ekki séð mikið af því hann er búin að vera meiddur allan vetur en átti fínar innkomur undir lokin á síðasta tímabili. Svo tekur hann inn hann að það er náttúrulega Aubameyang sem er náttúrulega bara búin að vera frábær kaup og skorar nánast að vild. Já, hann á það líka. Já, og svo í sumar þessi Sókratis kaup, já, allt í lagi, ég meina hann hefur átt frábæra leiki og svo er hann átt alveg skelfilega leiki eins og þið sáu náttúrulega jólin. Já. Og Militant á líka Lucas Torreira kaupin og það eru að mínum mati góð kaup, hann er búin að vera bara góður í flestu leikjum og frábær í sumum.
og svo Guendouzi sem er umdeildur svona af þeim sem eru ekki Arsenal-menn virðast fíla hann, en svo eru menn sem sjá hann í einum leik sem að fíla hann ekki, en menn gleymaði kannski að hann er 19 ára og hann spilar ekki eins og 19 ára leikmaður. Svo þetta bara þokkalustu kaup, en svo eru önnur kaupi svo Lichtsteiner sem menn skilja ekki alveg, menn skilja kannski hann eigi að vera einhvers konar svona mentor fyrir Bellerín eða góður í klefanum að koma einhver svona winning mentalitet inn í hópinn, en hann getur ekki spila þessa leiki, það á hreinu. Hvernig myndir þessi stjóraskipti? Varstu komin alveg á Wenger, komin nóg að Wenger og þá hvenær og hvernig líst þér á að fá Emreið þá inn? Já, ég var nú svona fram og tilbaka með þetta. Það komu svona leikir sem að það var bara allt í mólum, það sem að maður sá ekkert annað engar lausn en að kallið myndi fara. Svo kom hann að kafli seinni hlutan á síðustu tímabili sem var bara flottur. En þetta var kannski tímapunktur, hann náttúrulega 70 og einhvern tímann þá hætti að menn að vera nógu góður fyrir toppklúbb. Þannig að jú, þetta var komið tími og Emery, þetta var fínt fyrir áramót, en svo hefur þetta bara hrunið núna, byrjað að hrynja eftir sigurinn á Tottenham. Það var svona eins og allt færi til fjandans. Til dæmis þessi Liverpool-leikur hræðilegi, Brighton-leikurinn, Southampton-leikurinn, skelfilegi leikir. En maður má ekki gefast upp núna, maður verður að gefa mannu séns. Erum við ekki bara on the high núna eftir að hafa lagt Chelsea af velli? Þetta er náttúrulega ekki smá sigur. Jú, það voru svona allavega svona í kringum mig, það voru menn bara höfðu enga trú á þessu. Þannig að þetta kom svona skemmtilega óvart að vinna hann leik. Og það var líka bara, þetta var góðu leikur. Þarna notaði hann tígulmiðju. Algjör úrslita leikur líka, það ekki bara upp á framhaldi núna. Jú, hann notaði tígulmiðju þar sem hann hefur ekki mikið verið að gera. Hann gerði það á móti Tottenham sem var flottur leikur, en svo har hann ekki mikið verið í tígulmiðjunni sem að við svona, kannski allan að ég og fleiri sem að pælum svolítið mikið í þessu, reiknuðu með að hann myndi nota fyrir tímabil. En mér fannst það kom bara mjög vel út, Ramsey náttúrulega átti flottar 60 mínútur, en kannski líka... Hvað segir þið? Þetta er svona leikur sem maður spottar oft leiki, svona ákveðin úrslit sem að geta bara snúið tímabilin, bara breytt tímabilin. Við Liverpool-menn erum búin að vera að horfa á þetta ruglmark hjá Origi á móti Everton. Það bara gjör breytti hlutum. Hafið þið ekkert á tilfinninguna að þetta geti verið svona það sem að snúið þessu bara við aftur? Jú, ég þori ekki alveg að vona því að maður hélt svona að þessi Tottenham-leikur, sigurinn var þannig, komið tilbaka og svo rosalega kraftur og svona eitthvað team spirit, svo bara fór allt í klósettið bara eftir þann leik. Þannig að maður veit ekki alveg hvort maður er að þora að vona, þegar þetta lið, það er bara, maður veit aldrei hvaða Arsenal kemur út á völlin. Eins og nú hefur United næstvelgi. Ég veit ekki hvort maður á búist við 3-0 tap eða 3-0 sigri eða eitthvað þar á milli, sko. Það getur bara allt gerst. En auðvitað vonar maður að þetta hafi verið eitthvað svona snúningspunktur á tímabilinu og nú sé þetta bara allt upp á því að það hefur oft verið þannig með Arsenal, þeir eiga slæma kafla í nóvember, desember. Bara alveg frá því að Wenger tók við hefur þetta verið þannig. Og svo kemur einhver kraftur í það seinni part tímabils og þá náðu þeir kannski einhver 10-12 leiki með röð með góðum úrslitum. Við höldum allavega með ykkur á næstu vikurnar, það er stutt í City Arsenal, það er alveg ljóst. En þú varst að lýsa samt svona bara okkur Liverpool stuðningsmönnum síðustu 25 árin, sko. Já, við erum svolítið búin að skipta hlutverk líka núna, sko. Það er svolítið þannig. Liverpool voru nú svolítið í þessum bransa sem Arsenal er núna og Arsenal hann að berjast á toppnum hérna. Já, það bara... Þannig að við skiljum hvern annan. Já, alveg svo sannarlega. Þetta er fín þróun í bili líka aðeins var þess að Wenger pælingu hjá mér áðan, sko. Ég meina það, ég tók saman í færslu hjá okkur á síðun okkar í gær svona aðeins þróun hjá toppliðunum undanfarin ár og stigasöfnunin
hefur verið að dala og undanfarin ár og ég meina stigasöfnun á þessu tímabili miklu betur en hún var til dæmis á síðasta ári sko, ef þú tökur allt tímabilið þannig að endaði illa en ég meina líka sko þó þessi ágætis kaup þú veist það kemur nýr stjóri inn að taka við af Arsene Wenger búin að vera þarna í yfir 20 ár sko var þetta nóg sprengja á leikmannamarkanum hefði hann ekki þurft meira til að koma með svona sanngjarnum hættinni inn í þetta mót og kannski með þessu Arsenal geti Jú, algjörlega það náttúrulega þarf svona heimsklassa hafsend í það liða þá sérstaklega Sókrates mann fannst að vera svona einhvers konar tímabundin lausn maðurinn 30 það allan ekki einn framtíðalausn maður fannst að vera svona einhvers konar redding svona til að koma einhver í gang eiginlega eins með Aubameyang hann ekki leikmaður til framtíðar hann 30 líka Mkhitaryan 30 þú veist þessi nýju kaup Ég menn, þetta er allt sem hann sett áður en Mkhitaryan og Aubameyang allavega áður en það satt þá Mislintat kominn og það hann sem átt að sjá þetta sko, þannig að þetta svona eins og hafa verið einhvers konar svona tímabundnar reddingar og sama eins og hann Emery á ekki til þessi Sókrates kaup, það Mislintat þannig að hann kannski það talaði að hann kannski eitthvað í Guendouzi hitt sé Mislintat Náttúrulega líka með hann Guendouzi þetta er náttúrulega bara nánast í óheyrt að komi leikmaður úr hvað ekki frönsku annarra deildinni 19 ára og hann bara orðinn lykilmaður í Arsenal þó hann sé óstöðu núna þá hlýtur að vera gífurlega mikið efni bara þessi staðreynd sko. Koscielny var 24 ára og kemur með svipaðan bakgrunn til félagsins og verður svo stjarna þannig að þetta er svo mikið óþekkt með Arsenal Kolo Touré var algjört no-name þegar hann keyptur fyrir 100.000 pund einhvers staðar frá King Kolo Touré mætti á æfingu og taklaði Wenger ekki fyrstu æfingunni ég er með ból hérna inni með Kolo Touré á vegginu að sjálfsögðu Já, ég á líka svolítið ból Við hittust einhvern tíma yfir kollu og var okkur fjóri Kolo Touré bólum hérna nei, ég bara skilið strákurinn En þú veist, talandi hennan militant eða mislitant hjá, þú veist, það náttúrulega kemur að gefa út núna, kannski það sé ekki stórmál, en það sé bara lánstílar í boði í janúar og hann kom hann eins og segir, það ekkert langt síðan og mikið húllumhæ í kringum það, þetta eitthvað transfergúru frá Dortmund og ég meina það kom núna daginn að hann verið farin í febrúar og ekki orðaði Bayern, þú veist, út á við þeim bara gefa til kynna að hann sé ósáttur við að færi ekki nógu móða eða þá að þeim hafi eitthvað lent saman honum og stjóranum. Þetta voru sláandi tíðindi fyrir okkur Arsenal-menn. Þetta kom svo óvart, maður bjóst bara engan við og svo kemur þetta bara nánast staðfest bara leið. Og þá svona fer maður að hugsa hvað í gangi þarna. En það þessi nýji Rahul Sanelli sem á að vera þannig sem á að vera svona einhver sportchef þannig á að ráða einhverju það verðist vera sem að þeim hafi ekki samið, þeim tveimur og núna þeir að reyna að ná þessum Monchi sem hjá Róma að fá hann og Emery að vera einhverjir félagar ég voru hjá Sevilla saman sko Ef að það gengur þá þetta svo sem maður hefur svo sem aldrei pælt í hver head of recruitment hjá neinu félagi í rauninni sko það bara sem Mislintat kom Þú hefur þá mist af transfer committee í umræðunum okkar í nokkur ár En er þetta ekki akkurat að dæmi það hvernig hlutirnir að breytast ég meina portugalska grenniskjóðan er nú búin að breytast mikið síðustu svona bara hálfa árið eða 1 árið af því að hann var að kvarta yfir því að vera ekki með slíkan mann sem hann veldi ekki þegar hann var hjá Real Madrid en það virðist vera að koma svona aðili inn í alla klúbba þetta er að stækka einhvern veginn og þessi transferheimur og þessi peningar eru að verða svona stærri og stærri faktor Þannig að þessi staða verðist vera að fara að skipta alveg gríðarlega miklu máli og við Liverpool menn allavega sjá gríðarlegan mun á öllu sem að snýra að leikmannakaupum og sölum eftir að við fengum alvöru manna þennan stað. Þannig að ég held að þessi staða ég held að öll þessi stóru lið sé að gera sig grein fyrir hversu mikilvæg hann er.
Já, en hann náði ekki saman með hver var það sem tóku að Klopp aftur, hvað heit hann aftur hjá Dortmund sem er hjá PSG? Tuchel. Mislitant og hann átti ekki skap saman, þannig að hann virðist svolítið vera með hann mislitant, hann getur ekki unnið með hverjum sem eða lengi með hverjum. Já, ég man ekki umræðan það þegar hann var orðað við Arsenal, það var ekki séns út af því að þeir varu með hennan Sven mislitant. Þannig að ég ætla ekki að missa svefni því þó hann sé farin ef þessi Monsi kemur þá það bara fínt, annars ætla ég ekki að hafa ómikla skoðan á því hver í þessari deild, það lítur að vera ykkur þokkalega hæfið sem verður ráðan hann inn. Þú þarft að hafa áhyggjur af því að sko Monsi er handbendi Liverpool, hann er að finna leikmennina fyrir Liverpool síðan. Já. Mikill toppmaður, sá drengur. Þökkum hann fyrir Sala og Alisson. Ég man ekki hvort að Sala var dýlinn þegar Monsi var, en hérna hann er þetta grjótharður með gott orðað sér, það er rétt. En aðeins að Wenger, hann er farinn og hérna núna er smá ríkið farið að setjast. Hvernig heldur að sagan muni dæman svona, og hún er kannski byrjuð svona að því núna? Já, þetta er bara besti stjóri sem félagið hefur haft, bara engin vaf á því. Og afrek, þetta invincible afrek, eitthvað sem að menn mun alltaf muna til. Það fengið Vieira, Henry til félagsins og unnið með nánast ekki. Hann alltaf umturnaði svolítið með því, sko. Já, svo líka bara að ná þessum árangri með ekkert budget komið félagin alltaf í meistardeild eftir að flutta Emirates. Ég meina, er ekki Emirates svolítið, hann á óbáslega mikið í þeim velli eða hvað er búið að borga fljótt upp, en ég meina, er það ekki svolítið svona þungur baggi á hann að seinni helmingi ferilsins sem er tjá Arsenal? Jú, meina, hann hafnaði að fara til Real Madrid á sínum tíma til þess að vera með Arsenal með meðalaldurinn upp á 22 ár og nánast engan sinns að vinna neitt. Þannig að hann verður alltaf legendana og ættum bara skýra nefna völlin í höfuð á honum, finnst mér, þó að síðust ár hafa verið erfið. Það er bara þannig, maður veit svo sem ekki hvað gekk á hana bak við tjöldin, en maður er nú séð það það var nú í ævisögunars að Arsenal var nú ekki langt frá því að fara bara á hliðina hérna þegar voru að flytja völl. Það muni ekki mörgum dögum að það ætti ekki fyrir launagreiðslum fyrir menn. En það samar þeir voru fljótir að fara þessi dýrustu gæjar 2005-06, þá var þeirra tínasti burtu Vieira og svo fór Henry og Pires og þessi dýru kallar. Þessi þróun hefur aðeins núist við núna undanfarið fjögur ára eitthvað svoleiðis að Arsenal hefur ekki verið að missa mikið af þessum sínum albestu mönnum eins og þau voru að gera þarna á tímabili, svipa á Liverpool letti, sko. Nei, alltaf Van Persie fór náttúrulega sín tíma, það var svona þessi síðasti sem við vildum alls ekki missa. Svona Sanchez fór, ég held að menn hafi bara verið nett sama þegar hann fer. Hann í fyrra. Ég meina, er það ekki allavega svona hugsa sem ágætis skipti, sko, eða svona sanngjarnt skipti? Já, jú, en svo hafi bara verið best fyrir Liverpool þessi skiptið. Vond fyrir báða hérna. Já. Það er svona eftir að hyggja hefðum að frekar vilja fá einhverja 60 milljónir punda fyrir hann færi bara til City heldur hann að mikið tæra sem hún bara lítið sem ekkert gert. Svona utanfrá síðan þá fannst manni, þó að ég hef nú seint kallast til stuðningsmann Arsenal og maður hafi svona hrifist af þessu liði þegar það var upp á sitt besta undir Wenger, og þá fannst manni það svolítið sorglegt núna í restina á hans ferli, akkurat stallurinn sem að hann var komin á, hversu margir voru farnir að vera á mótunum og í rauninni svona að það skildi ekki fá að fara í rauninni út á þeim stalli sem hann var komin á. Það er svolítið sorglegt með hann því að hann er búin að gera náttúrulega frábæra hluti fyrir félag. Mér fannst það svolítið hafa átt að sjá það meira sjálfur, þegar hann vann FA Cup síðast eitthvað svoleiðis að stíga til hliðar með titli eitthvað svoleiðis. Ég trúði ekki fyrir síðast tímabil hann myndi taka það líka með hvernig sko það var orðið svolítið toxic andrúmsloft sérstaklega ekki sérstaklega en bæði á Emirates og tala ekki á samfélagsmiðlum. Já, algjörlega sko, ég er eiginlega sammála ykkur með það. Það kom mér mjög óvart hann skildi ekki hætta hann eftir síðasta titilinn.
og eins og það er bara rétt, bara eiginlega sorglegt að þegar það voru konur einhverja flugvélar Wenger áti við vellina þegar hann var að spila og náttúrulega helmingun aðdáendum á vellinu voru bara grenjandi á vellinum og púandi og allt sem hann gerði þannig og sérstaklega gekk illa en þannig að þetta var svolítið sorglegt en ég það þýtti að ræða það núna bara svona en ég held að allir sé búin að fyrirgefa honum þetta síðasta tímabil eða síðustu tímabil og það eru bara allir á því að Wenger sé svo besti í sögu félagsins held ég. Andrúmsloftið alls ekkert eins toxic í kringum félagið núna eins og síðasta ári, allavega ekki í billi. Nei, menn eru samt fljótir upp bara eftir svo tap hrinu hann og slöku leiki hjá Emery þá nú komi Emery át hashtag á Twitter og veit ég hvað sko. Já, ok. Þetta liðið náttúrulega að skapa sér miklu færi núna heldur en í fyrra. Og ég sé kannski að þeir nýta fleiri færa nýtingin betri, en þeir eru bara ekki að skapa sér eins mikið. Og þeir eru að skora fleiri mörk en þessi leikur liðsins oft á tíðum svolítið svona sterill og leiðilegur. Svona oft á tíðum en það bara vonandi bara einhver svona byrjun að hyggst og vonandi verður þetta svona flæðandi svona Wenger-bolti svona þegar það komið jafnvægi á lið þá verður þetta aftur svona léttleikandi lið. Þetta á nú alveg einmitt ef hann fær að setja sinn stimpil á lið þá á þetta nú alveg að vera stjóri sem að stendur fyrir þannig fótbolta en ef við endum þetta það er ekki hægt að taka umræðum Arsenal ég finnst að talandi að Arsenal sé svolítið svipuð fasa og Liverpool var ég meina þú veist umræðan, mér fannst að gerast ótrúlega seint út að Liverpool alltaf búin að fara í gegnum ameríska eigendur sem voru virkilega hataðir og voru alls ekki með hag félagsins fannst mann í hugan ekki, þetta snerist bara að græða peninga, ég meina það er búin að auka svolítið umræðan núna eiganda Arsenal Stan Kroenke hérna í Ameríku, bara hvernig metur þennan eiganda, hefur það gert vel fyrir Arsenal eða þetta eitthvað sem það verður að losna við eða hefði til dæmis Alexander Usmanov verið betri kostur eða hvernig horfur þetta við? Ég held einhver einasti Arsenal maður hati Stan Kroenke, bara meira en allt í lífinu. Og ég veit ekki hvað hann gert gott fyrir félagið. Ég sé það ekki. Hann allan ekki lagt 1 pund í félagið í leikmannakaupa og svoleiðis. Þannig ég veit ekki hvað við ættum að ánægja með. En Usmanov á sínu tíma þegar var verið að selja félagið þarna og David Dean og fleiri, þeir vildi ekki selja Usmanov vegna þess að hann var ekkit þetta svona shady guy sko. Ég held að það sé nú vægast ég held að það sé nú eitthvað væg útgáfa að mynda því sko en þannig það shady frá Úsbekistan og keypti í Everton, það segir allt sem það. Það er bara menn hafa bara menn vildi ekki, það er þannig klassi við klúbbnum vilja menn meina, þeir vildi ekki selja þannig aðila. Þetta er svona Chelsea-stimpill á Arsenal kannski, ef að Usmanov hefði tekið það. Þannig að ég er svo sem ekkert ósáttur að hann hafi ekki keypt að fengi meira hlutan, en ég er sem ekkert sérstaklega sáttur að Kroenke sé, ég er bara, þetta voru bara 2 hræðilegir kostir og bara því miður voru kostinni fyrir Arsenal. En kannski fer Kroenke að vakna eitthvað, ég veit það ekki. Sonur hans á að vera farin að sjá hlutina annað. En ég veit svo sem ekki, þessi Stan Kroenke sést max 1 sinni á ári á Arsenal-leik. Það segir svolítið. Sko, þegar Brendan Rodgers var rekinn, eða svona rétt áður hann var rekinn, þá gerði ég stóra færslu á okkar síðu. Þetta svona 2015, minnum mig það sem að ég fór yfir sem sagt ameríska eignarhaldið á Liverpool og skoðaði vel hinliðin líka og þá sérstaklega með þennan gaur. Þetta var þá eigandi sko NFL-liðinu St. Louis Rams sem er núna Los Angeles Rams, hann er sko óvinur nummer 1 í St. Louis og þegar hann færði liðið og alveg bara virkilega hataður. Hann á Denver Nuggets í NBA, Colorado Avalanche í NHL og örugglega eitthvað Major League lið, eða baseball lið sko. Þetta er kall sem á 4 stórlið í 4 mismunandi íþróttum og býr í Bandaríkjunum. Það er enginn að segja mér að hann sé vakandi á nóttunni til að horfa á Arsenal. Nei, það held ég ekki sko.
Hann líka bara, hann 70 eitthvað ára gamall, sko. Ég veit ekki til hvers hann að þessu. Af hverju ætti maður að kaupa eitthvað fótbollalið einhvers staðar í Evrópu ef maður er að ríkustu mönnum í heimi og býr bara einhver búkari í Ameríku, ég skil þetta ekki bara. Bara meiri peningar. Já, það er kannski máli, hann er að græða á þessu, hann er að taka út úr félaginu. Hversu mikið heldur að félagið sé búið að vaxa í verði? Það er ekkert smottir. Já, en það verðist nú vera svona svolítið niðurleið núna. Já, en bara öll félög eru búin að hækka í verði svo mikið. Þannig að fjárfestingin sem slík er búin að hækka. En sko Arsenal er líka, og ég held að það eigi við flestans lið, þetta er vel rekið og það, þú veist, frá hérna business liðin skilur, reyndar miðlinu meina að ég er ekki sammálaður, sérðu hverja þeir að selja, Liverpool er að selja einhver no-name, Dominic Solanke fyrir hvað 20 milljón punda, Arsenal er að selja bara, Wojciech Szczesny sem er rútinar að markmaður til Juventus og 12 milljón punda, bara þessum dæmi. Bara öll sala frá Arsenal er búin að vera bara léleg undanfarin ár. Þeir græða ekki á neinu leikmanni. Bara kaupa þeirra og launa tölunar. Karl Jenkins 50.000 pund á viku, bara sem dæmi. Hann spila alltaf fótboltaleika, hann komst ekki liða á Birmingham. Þannig að vel reki, ég veit það ekki, sko. Nei, ok. Er struktúrin kannski ekki að fara að bila? Náttúrulega Özil brenglar hann töluvert, sko, en ég meina að líka, það var samnefnari allavega, þú veist, eins og ég segja, var það er ekki sjálfgefið það sé þannig ennþá eða sé þannig á Arsenal, það var þannig hann kom inn í þessi lið, Colorado liðið þarna NFL, það var nýbúið að vinna Stanley Cup, sko, Denver Nuggets var miklu sterkar og þau döluðu öll eftir hann eignaðist félagið og hann var með svona launastruktúr sem að var lægri heldur en bestu liðin, sko, og bestu leikmennir einmitt fóru, sko, sem að reyndar hefur snúið svolítið við kannski hans eignatíðinni, það er líka bara því að fótboltinn hefur breyst, það er orðið miklu topp 6 liðin á Englandi, það er orðið miklu erfiðar að kaupa frá þeim í rauninni, þú þarft að setja helviti mikið pening í að leikmenn sem þau vil ekki missa, sko, en þú veist, maður því að skoða og bara lesa þessa færslu sem ég gerði þennan gaur 2015, ég finnst þetta að hafa svolítið komið á daginn margt æði sem maður svona var sá fyrir bara eftir eignarhaldið á þessum liðum í Ameríku, sko. Hann er allan að hatast maður á Emirates í dag, þessi maður, hann verður það sennilega eitthvað áfram. Ég hugsa svolítið stórt, þar sem að menn eru svona kannski að horfa til er að Arsenal er eitt af fáum félögum sem eru svona self-sustainable. Það stendur raunu undir sér. Þó að það menn sé að taka mjög skrýtnar business ákvarðanir, að þá er eftir að þetta er vel líka tímabil kláraðist, þá situr hann Kroenke bara ansi fínum gullpotti því að félagið stendur vel undir sér ef að menn reka það að viti og þetta er félag með bara mikið fanbase. Já, en það er nú kannski fljótt að snúast við því að eins og núna sé sögur að félagið hafa ekki efni að kaupa leikmann í glugganum, að það verður bara lánstílar sem ég veit, svo eru aðra sögur, maður veit eitthvað hver er að segja satt, en einhver segja að þeir hafi 60 milljónir punda til að kaupa leikmenn og svo eru aðra sögur sem segja að í sumar verða þeir með 120 milljónir punda til að kaupa leikmenn. Þannig að maður veit svo sem hver er maður að trúa, maður trúi samt helst þessu að sé ekkert í ganginum að lánstílu, það er einu menni sem er orðað við félagið, það eru leikmenn sem kemur á láni. Það er dýrt hvert tímabil sem þú ert fyrir utan meistaradeildina, það er líka alveg ljóst. Já. Förum að ljúka þessu aðeins bara rétt í restina, Einar, áður en við kveðum við hvernig meturðu möguleika Liverpoolun í toppbaráttunni? Já, ég er bara mjög hrifinn af þessum Liverpool búin að gera í vetur og svo síðustu ára, búin að vera svona markviss uppbygging, þeir búin að kaupa leikmenn sem smell passa bara inn í filosófínu, þannig að eins og með Oxlade-Chamberlain sem var búin að vera svona kannski ekki, hann var ekki búin að vera með farsæti í Arsenal-liðinu, notar út á kanti og hann er að nota hann í svona 8 hlutverki að hann Klopp, just í því sem hann er mjög góður í og bara leiðilegt að hann sé meiddur núna. Og svo bara líka þessi markmaður sem kaupa, þetta er bara besti markmaður heimi sem í dag. Van Dijk, besti hafsend í heimi líklega í dag, þannig að ég sé Liverpool alveg
náttúrulega þeir eru náttúrulega á toppnum núna, þannig að ég ekkert að þykjast eitthvað spámaður, en ég held þið takið og ég eiginlega vona það. Ég bara, mér langar ekki svo City takið aftur með það sem þeir eru með að baka sig. Nei, nákvæmlega. Ég hugsa að maður myndi hugsa þetta svipað, ekki í tilviki Manchester United kannski, en í öðrum tilvikum. Nei, ég er bara líka hrifinn af hvað það er búin að gera, hvernig er búin að kaupa inn, flest kaupin hafa gengið upp, Sala kaupin, þú veist, hver hefði trúið að Sala er svona góður. Svo er líka bara að gefa ungu mönnum séns eins og Alexander Arnold, þú veist, gaman að sjá þetta bara, ég fíla þetta bara, og ekki segja henni frá þess að segja þetta, en ég fíla alveg hvernig liður bara að gera þetta, sko. Það er allir stuðningsmenn annarra liða hættir að hlusta á okkur fyrir viku síðan. Það er ekki svolítið sammála því líka Einar að það virðist vera svolítið svona, ég er nú mikill aðdáandi Jörgen Klopp, það virðast flestir leikmenn vera svona að bæta sig undir hans stjórn. Já, algjörlega. Menn er að stíga upp, þetta er ekki bara að kaupin sé að heppnast, menn virðast vera að stíga upp og menn virðast vera að bæta sinn leik bara nánast hver einn og einasti leikmaður sem að færi í hendina. Sjá bara vinstri bakur sem að kaupur, hvað gat hann fyrir, ég allan að sá ekki fyrir, hann geti orðið einhver alvöru bakurur í alvöru liði og Alisson markmaður, menn voru nú efins hann, bara það virðist allt verið ganga upp hjá honum. Sadio Mane, þetta var góð leikmaður, hann var langt frá að vera í þessum klassa. Þannig að ég er alveg sammála, það virðast allir vera að bæta sig og virðast allir vera að spila á sínu styrkleikum á réttum stað, þannig að ég hef engar áhyggjur af Liverpoolinu, það er kannski helst sem sem þið vitið vantarlega sjálfir, það er svona kannski ekki breiðasti hópurinn, City með töluvert breiðari hóp, þannig að það er kannski eitthvað þannig sem að gæti hindrað að Liverpool vinni loksins titilinn. Nákvæmlega, þetta verða vangaveltur hjá okkur núna næstu vikur og mánuð og vonandi þessu notum, en Einar, þakka þér kærlega fyrir að kíkja með okkur í gullkastið. Við leitum nú til þín aftur vonandi bara þessu tímabili og fögnum með þér meistaradeildarsæti í einhvern tíma í vor og höfum Magga með. Yes. Herðu, takk kærlega kvöld, þetta var alveg. Takk sömuleiðis. Takk. Já, Komið. Já, ég höldum bara áfram hérna þetta inni, ég klippi þetta náttúrulega, höldum að það áfram hérna, tökum Chelsea Manchester og svo byrja ég þáttinn skilur og eftir, bara klippum það aftur. Það ekki bara? Já. Það held ég nú, Steini, þetta var mjög áhugavert að fá sjónarhóll Arsenal á þessa baráttu og kannski fá þeirra álit á það sem við höfum svolítið verið að ræða eins og í sumar og svona þessi stjóraskipti, en ef við bara klárum aðeins þessa umræðu toppbaráttuna, Chelsea náttúrulega tapar þessum leik helgina og þeir hefðu geta komið sér í rosalega góða stöðu. Þetta var svolítið, sko, þeir hefðu ekki bara geta komið sér í betri stöðu gagnvart Arsenal og United, heldur væri þið bara einu stigi frá Tottenham, ef ég las töfluna rétt, þannig að þú veist, það er ekki það langt í þetta, en þú veist, bara ef þú skoðar blaðamannafundinn á Sarri, er ekki að tala um að þessum hveitibrauðstöðum hans sé svolítið lokið eftir þess helgi. Jú, algjörlega, og það var gaman að fá Einar inn í þetta. Ég held að séu fáir, ekki margir á Íslandi sem eru jafn dedicated í fótbolta og Einar og mjög skemmtilegt að fá hans sýni á þetta, en jú, algjörlega, þetta var algjör, að því var ég að segja þann bara hversu mikið svona snúningspunktur, turning point getur þessi sigur Arsenal verið, að því að sko ég er eiginlega nokkuð sannfærður það ef að Arsenal hefði tapað þessum leik fyrir Chelsea þannig að þá hefðu þeir verið að stimpla sig bara eiginlega endalega út úr þessu, því að alveg eins og hann kom inn á þá voru þeir búin að vera frekar daprir hérna eftir hennan sprett sem þeir tóku hérna fyrir vetur, en bara út af þessum einu úrslitum að þá er þetta orðið allt galopið, það er orðið mjög stutt í Arsenal og Manchester United og það er í rauninni, það er bara einum vondum úrslitum frá Tottenham frá því að vera bara, þetta verði bara ein súpa frá 3. niður í 7. sæti. Þannig að og kannski ekkert ólíklegt ef að býta eitthvað á Tottenham þessi meiðsli, sko. Þau hljóta að býta, nú er Dele Alli frá í 6 vikur. Eitthvað svo leið. Harry Kane verður ekki fyrir í
byrjun eða miðja mars. Son kemur enda núna í byrjun febrúar, en þetta er náttúrulega bítur. Sérstaklega lið eins og Tottenham sem að ef við getum svona bent á einn stóran veikleika hjá þeim svona í keppninni sem að þeir blönduðu sér inn í 5 mínútur titilinn við þá sem þeir voru að keppa þar, að það er breiddin og missa svona lykilmenn. Þetta væri bara, og ekki bara þó sért með litla breidd, heldur bara tökum bara að Liverpool myndi missa Firmino og Sala út í einhvern lengri tíma. Það yrði algjör katastrófa fyrir okkur. Algjörlega. En sko nákvæmlega, þetta er náttúrulega opnað svolítið leiðina fyrir Chelsea, en sko, nú þekkjum við ekki þennan stjóra þannig, við höfum ekki fylgst með honum eins og kannski þeir þekkja á Ítalíu, kannski er þetta ekki það óvenjulegt og jafnvel ekki fyrir ítalska stjóra, en ég meina hann var með bara skilaboð og bara var grimmur á blaðamannafundi eftir leik. Er þetta ekki hættulegu leikur hjá Sarri? Spekingarnir á Englandi myndu jafnvel horfa á þannig að hann væri svona fara á taugum með þetta verkefni. Það er ekkert gífurlega þolum að allavega á Brúni hefur ekki verið gegnum tíðina, sko. Nei, menn eru kortir síðan þeir gerðu það meisturum og þá er þið bara sætið orðið heitt, sko. Sarri í rauninni, hann gerði ágætis hluti með Napoli, en Sarri er engin, ég held ég farið með rétt mál, ég held að Sarri sé engin, hann er ekkert búinn að vera að skila mörgum titlum í hús á sínum ferli og hann er ekki ungur stjóri sem er rúmlega fertugur sem er að byrja sitt fag. Hann er búinn að vera lengi í bransanum en tiltölulega stuttan tíma svona á topp level og ég held að þolinmæðin hjá Chelsea ef þetta fer ekki að svona horfa til betri vegar og þá verður hún mjög takmörkuð og þeir eru náttúrulega strax byrjað að vinna í því. Þeir eru náttúrulega að séppa út núna Morata sem þeir keyptu á eitthvað 70 milljónir pund og er að koma með Higuain inn í staðinn, þannig að það er verið að bregðast við einhverjum hlutum, en ég væri ekkert rosalega bjartur ef ég var í Chelsea stundumfara og ég sagði alveg svo var. Það var örugglega búið að fara annað einhver þáttur allavega í það í hvað stöðu N'Golo Kanté og Eden Hazard er að spila sem að eru bestu leikmenn deildarinnar að margra mati í sínum stöðum og ég hef nú alveg talið Kanté 2 ára allavega að vera besta leikmenn deildarinnar af undanförnum 4 allavega. Já, og ég meina hann virðist vera þrjóskur kallinn, hann heldur áfram að spila hérna Jorginho í stöðun hans Kanté og alveg sama, hann byrjaði náttúrulega frábærlega sá gaurinn en svona með það sem maður hefur séð og það sem maður hefur lesið þá hefur ekki verið mikið að koma út úr honum í ansi langa tíma, þannig að ég skal ekki segja, ég allavega ef ég var í Sarri, sem ég er alls ekki, þá væri ég ekkert alveg bara öruggur með mitt sæti ef hérna hlutinni fari ekki að lagast því að þetta Chelsea-lið með hérna hvað þeir hafa lagt í þetta lið á síðustu árum og undanfarið þá á þetta lið ekkert að vera að berjast um 4. og 5. sæti. Nákvæmlega, ég líka svolítið gaman að þessari baráttu þeirra við þennan unga leikmann Hudson-Odoi sem að hérna sko, núna eru þeir fannir að nota hann í svona það er alveg algjör undantekning að þeir noti svona unga leikmenn alltaf þessu margótt farið yfir, þeir hafa keypt leikmenn fyrir eitthvað 500 milljónir held ég undanfarið 3 tímabil og helmingurinn af þeim er annarkvort á bekknum eða á láni, sko, þannig að það er ekkert eins og þeir hafa verið að gera eitthvað frábærlega á leikmannamarkaðnum þannig séð undanfarin ár, sko, þannig að þeir hafa verið enga afsökun og þeir hljóta í samningaviðræðunum við hann að segja bara við hann, herðu kallinn minn, þetta er besti staður fyrir unga leikmenn. Sérðu nú bara alla okkar uppöldu leikmenn eins og Kevin De Bruyne, Mo Salah, bara þú getur listinni endalaus af leikmennum sem að fengu ekki sénsinn hjá Chelsea. Bara finnst mönnum skrítið að hann sé að fara að leita á önnur mið. Þetta hefur alltaf verið í núinu hjá þeim. Þeir hafa bara verið að nota tilbúna leikmenn og ungi leikmenn hafa bara nánast ekki fengið breyk. Það er alveg sama hvað er sannfæranum núna, þá er líklega að hann
stærra hlutverk hjá Bayern München sem ekkert smálið heldur sko, bara út af því hvernig reyndar það náttúrulega bara galið samt, veldu eitthvað lið annað en það lið. Ég meina það samt út af því að þeir eru líka komnir heldur betur á aldur í þeirri stöðum sem hann er að spila. Allavega þessi félagar hans í landsliðinu svona hafa verið að fá meiri sensa í þýska boltanum og munið svo Dortmund, hann ekkert smáli, hann slær Pulisic úr liðinu hjá þeim í Dortmund, annar svona enskt ungstinni, þannig að það er ég ætla að skila, en ég er svo sem sammálaður að Bayern er kannski ekki alveg rétti stökkpallurinn fyrir 18 ára pjakk, en það kemur í ljós, kannski hefur hann bara þannig álita á sér eða svolítið peningar í boði. Það er eitthvað svona íslensk fótanuttækja bylgja í gangi í Þýskalandi. Það er bara, nú er þetta inni, við kaupum allir breska unglingar núna. Ég meina, fótanuttæki stóð fyrir sínu, þannig að það er bara, segir sig á. Ég stend í mínu núna. Talandi gömul fótanuttæki, snúum okkar aðeins að United, ég meina, er ekki þetta að horfa á þannig að Solskjær sé að gera stjórn United svona hálf ómögulegt að horfa framhjá sér sem næsta stjóra, hvort sem það verður okkur löngum samningi eða bara næsta tímabil, en ef hann heldur svona fram? Jú, bara klárlega, ég meina, á hverju eru stjóra dæmdir? Þeir eru dæmdir á úrslitum. Og hvað er hann búinn að vera að gera? Hann er búinn að vera að skila úrslitum í hús, ég meina, þetta er ekki flókið. Það er líka ekki bara þessi úrslit, það er svo óðbáslega mikið sem að breytti rauninni bara öllum strúktúr og leikliðsins og eins og það hafi tekið þetta lið, ef við talaðum aðeins, það er með ólíkindum hvað hann hefur tekið þetta lið úr handbremsu og þessi náttúrulega sigur á Tottenham þó reyndar að David de Gea hafi átt einhvern ævintýralegan leik, það er risastórt fyrir það á þessum tímapunkti. Já, en ég set samt sem áður bara fullt kredit til Solskjær. Ég set samt eftir sem áður stórt spurningamerki við þessa karaktera, þessa leikmenn hjá. Bara að það skuli vera bara nóg að ykkur komi og segi brandara og þá bara, já, núna bara spilum við fótbolta. Ég er hjartanlega ósammálaður ef að Jose Mourinho og gaurinn sem var að halda eftir það þá skil ég þetta bara vel. Já, ég meina, maður skilur þetta alveg, en sko, þú ert aðdurinn að þeir eru borga fyrir að spila fótbolta. Og horfðu bara eins og á mann eins og Paul Pogba sem hann bara nefndi því ekki. Nei, ég meina, er hann ekki líka bara, hann er bara ekkert góður í liði sem er með Fellaini á miðjunni með sér og hugsa bara með verjast frekar heldur en liði sem er on the front foot eiginlega öllum leikjum og fyrsta hugsun er að sækja og hann fyrsta hugsun sem hann á að vera með bara að finna leikmenn fyrir fram að sig og með miklu meiri, bæði fleiri leikmenn fyrir fram að sig og meiri hreyfingu, þú veist það. Jú, en þetta er allt sömu leikmennir eftir sem áður og in the end þá fara þessir 11 leikmenn inn á fótboltavöllin og spila fótbolta. Og þú ákveður það áður en þú ferð inn á fótboltavöllin hvort þú spilar með hangandi haus, hvort þú nennir þessu eða ekki. Já, algjörlega sko. Ég held samt að stjórinn þarna skipti gífurlegu máli. Ég líka ég ætla ekki að vera ósammála því sko. Aðeins var þetta líka þessar pælingar sko, því að ef maður myndi að horfa á þetta lokalt, ég ætlum alls ekki sammála Magga, við vorum að tala að þeir var eitthvað að býja til Zidane, þetta getur það vel verið, en ef hann væri að fara til þeirra, þá var hann kominn, hefði ég haldið, en ég meina, þú veist, Solskjær Gott að við náum að vera ósammála Magga og hann er ekki einu svona með. Það er bara nauðsynlegt, en hann líka var þetta í Solskjær sko, að þú veist, Pochettino og ég myndi kannski segja til dæmis Simeone væru stjórarnir sem að maður myndi ætla að væri kannski efstir á óskalistanum, ég er að gefa mér hann alltaf, en ef þeir eru ekki lausir næsta sumar sem er nú frekar ólíklegt, þá er kannski margt vitlausara en að taka 1 ári viðbót og semja við Solskjær. Já, ég meina, ég held nú reyndar sko, ef menn vilja fá Pochettino næsta sumar, þá fá þeir Pochettino næsta sumar. Ég held að það sé ekkit spurningu það, ég meina, þetta er bara eins og með leikmennin, ef þú ætlar að fá einhvern leikmann þá tekur hann á endanum sko. Ég held reyndar að sko þó að þetta sé búið að ganga ágætlega með hjá Solskjær núna, eða ágætlega, bara frábærlega hjá honum, þá held ég að bæði Man United svona apparati stjórnin og það hjá þeim, að þeir séu ekkert samfærir að hann sé nógu stór í þetta.
og þegar kemur að því að ná einn leikmenn þó að klúbburinn sé svona staðist aðdráttarafli fyrir leikmenn að þá skiptir stjórinn rosalega miklu máli. Við sáum það bara núna í viðtali hjá Virgil van Dijk hvað hann hafði mikla áherslu á að það skiptir rosalega máli þegar hann kom og valdi Liverpool úr mörgum öðrum mjög stórum kostum. Þá þegar þú ert með nokkra svona flotta möguleika eða svipa flotta þá skiptir bara stjórinn máli. Og bara alveg svo varst að tala áðan, bara Mourinho var orðinn dragbítur á þessu liði og bara leiðinlegur móral og ekki bara það heldur sko það svo miklu meira þarna bakvið sem að manni verið sem að Klopp sé mjög svona bara mikið aðdráttarafl og já, ég held að Endum þessa umræðu hérna Steini og endum þáttinn á bara aðeins pælingum hvaða liða af þessum þremur nær fjórða sætinu og bara svona fara stuttlega yfir hvernig þú heldur þetta spilist núna síðustu 15 umferðirnar. Ég var orðinn sannfærður að það yrði Manchester United en ég eiginlega bara orðinn ég fór inn á eitthvað vef daginn þar sem maður átti að giska á öll úrslit leikja út tímabili til að sjá svona hvernig þetta myndi alltaf enda og mér sýndist þar Man United að eiga býsna erfitt prógram eftir en ég ætla að spá því að það verði Man United og Chelsea sem að taki meistaradeildarsætin hinn tvö. Út með Tottenham? Ég held að Tottenham eigi eftir að síga þarna niður. Það mjög stutt á milli nú þegar. Ég held þeir eigi eftir að síga út úr þessu. Ég held að þeir nái ekki að höndla þessi meiðsli sem þeir eru í núna. Þannig að og Arsenal vörnin bara því miður ekki nógu góð. Það bara, ég hef ekki trú á þeim svona til lengri tíma. Þannig að þó að Chelsea sé eins og þeir eru búin að vera þá held ég að þetta verði Man United Chelsea. Við vitnum í þetta ef þetta gengur rétt. Ég held að ég óttast að Manchester United eiga klárlega erfiðara prógram eftir en ég held að þeir náttúrulega bara eiga hóp sem að þeir bara á að vera í topp 4 og ef þeir eru farin að spila í ykkur samræmi við hópin þá held ég að það hafist. Ég hefði svarað öðruvísi fyrir helgi. Ég hefði verið með Chelsea en eftir þennan leik hjá þeim og hvernig hann brást við honum þá held ég að Manchester sé með yfirhöndunni í þessari baráttu. Ég sammálaði með Arsenal, ég held að þeir verði aftast en Tottenham haldi sér í þriðja sæti. Þú ert bara vanur að spá rangt og þú bara heldur því áfram. Algjörlega, ég er að spá Manchester í meðstaldeild og þú líka og við erum ekkert sérstaklega góðir spámenn hvorugur hann að vonumst bara til að setja sér kolrangt. Hérna Steini, þetta er ágætt í bili við stefnum og hittast eftir næstu viku og hérna skoða hvað Leicester næst og hérna við kannski skoðum eitthvað betur hérna Chelsea eða Manchester liðin eða eitthvað af þessu. Við mögulega fáum bara eitthvað annan af hinnum stundismennum hinna liðina við bara mættir að setja þetta upp en já, þetta ekki bara ágætt í bili? Við kannski hleypum Magga að aftur í næstu viku? Aldrei að vita. Aldrei að vita. Takk í kvöld. Og punktur. Herðu, þá eigum við þá að hefja þáttinn eða? Já, ég var að byrja þetta. Þetta verður gott. Við verðum, ef við ekki gefa okkur alveg 20 mínútur eitthvað, við verðum aðeins rumlega. Gjörðu það. Herðu, ef við sjáum bara hvað þarf. Hérna, 1, 2 og... Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að sjálfsögðu í boði Egils Gull og drekkum léttöl með þætti stendur og eftir hann og fyrir hann og eiginlega bara alltaf. Og ekki. En hérna, herðu, við erum... Ekki léttöl, myndi ég. Þetta... Já, við erum sem sagt þetta... Mátti þetta ekki, já? Jú, þetta var bara hræðilegt, sko. Herðu, við erum að taka upp núna í kjölfarið á hörku erfiðum sigurleika móti Crystal Palace. Þetta var gamla Liverpool sem mætti til leiks eftir áramótin og svona reynda að taka okkur á taugum og tókst það bara ágætlega og við gerum þennan leik upp. Við byrjum á því að skoða þennan leik en
En svo í seinni hlutanum þá fáum við hérna með okkur þrælhressan stuðningsmann Arsenal, Einar Guðnason, yfirþjálfara Víkinga með okkur og hann fer aðeins yfir Arsenal hérna bæði núna og kannski aðeins undanfarið og stöðun á félaginu. Þetta fyrst skipt sem við fáum Arsenal stuðningsmann, þannig að það verður spennandi að heyra það og við hérna, eins og segi, við tökum það í seinni hlutanum. En Steini, við byrjum á þessum Palace-leik og ég meina, eins og ég talaði, má ekki bara flokka þetta sem svona óvelkomna endurkomu Liverpool undir stjórn Brendan Rodgers. Það mynda á þá tíma. Já og nei, sko. Ég svona, það að við skildum vera að leika þessum mörkum, jú, en mér fannst samt bragurinn á okkur vera tiltölulega góður. Þetta fyrsta mark náttúrulega, sko, mörkbreyta leikjum og allt það. Við erum í rauninni í verulega flottri hápressu þegar að fyrsta marki kemur. Verulega flottri hápressu, byrjum strax á hérna aftasta mann og hann nær virkilega vel að svona vinna sig út úr því. Já, það vel gert og síðan náði þeir að fara út á næstu pressu líka og það gerist bara það sem að menn vildu ekki að gerist að Zaha kemst í rauninni bara á hraðanum einn á Milner. Þannig að sko þetta var bara því miður það verður bara að segja svo bara þetta var mjög flott uppsett markið. Þannig og það breytir hlutunum mikið. Mér fannst við vera með öll tök á leiknum í fyrirháleik, bara frá A til Ö. Þetta var bara replay á leikjum sem við vorum búin að sjá oft í vetur. En Steini, var þetta ekki bara í fyrsta skipti líka sem komust yfir miðju og má ekki líka kannski, þú veist, jú, þetta var kannski veikleikinn á liðinu fyrir leik, þessi Milner í hægri bakverð og hvað það verið að setja Zaha og náttúrulega fyrir sig að þeir myndu setja hann á hann í þessum leikinu. Matip nýrinn eftir meiðsli og... Já, bara í öllu þessu hringli þá kannski viðbúið að gefa eitthvað smá að bátinn á vörninu. Við höfum alltaf upplifað það fram að þessum leik. Nei, og líka sko alla jafna hefði hápressan bara skilað okkur í hörku færi hinum megin. Það bara gerðist ekki þarna og það er það sem ég finnst svo magna við þetta lið og má kannski segja að sé svipað með Brendan Rodgers liðið. Það var bara, við ætlum bara að skora fleiri mörk hinum megin. Þarna voru við komnir inn í það en oft á tímum vetur höfum við brugðist akkurat við því að fá á okkur mark með því að bara, nú þurfum við bara að stíga upp næsta level og við gerðum það í rauninni. Það var í rauninni það sama sem gerðist bara strax í byrjun seinni hálfleiks. Núna fer maður inn í hálfleikinn 1-0 undir, jú maður er alveg hundfúll að vera ekki með betri stöðu, en það var varla búið að flauta seinni hálfleik á, þá vorum við komnir inn í leikinn og komnir yfir. Og eftir það, og þetta enn og aftur þegar maður horfir á leikina núna eftir á, þá var miklu minni spenna í þessu þegar maður horfir á hann í annarskipti. Þú ert ekkert jafn tensaður, ótrúlega satt. En það voru bara þessar síðustu sekúndur þarna sem að voru eitthvað virkilega erfiðar. Svona þegar maður horfði á hann í annarskipti, þá sá maður bara að þarna hafður í rauninni til þess að vera stressaður. Já, þetta var alveg algjört bull, þetta var samfellt alveg frá því þeir skoruðu 1-0. Ég þessu Jörgen Klopp, hann bauð ykkur 104 á aðdáanda og ágætis sem ykkur sett á Twitter að þeir eru reynt alla leikina að reyna kála kallgreinum með þessum leik. Já, þetta er nákvæmlega sama. Þetta er svo gjörólík upplifun þegar þú horfir á þetta bara á meðan þetta gerast og þegar þú ert með allt þitt hjarta í þessu eða þegar þú ert bara þegar við erum að horfa á leik með Manchester City eða Manchester United og bara ok, já. Nákvæmlega. Það er bara allt undir kontról ekkert vesen og það var í rauninni bara þegar þú horfir á svona leik í annarskipti þá gerir ekki grein fyrir því fyrir bara þá hvenær var í rauninni tilefni til að vera virkilega bara tensaður. Þó maður hafi verið sjálfur tensaður í 90+ mínútur að þá voru það bara nokkra mínútur sem var gáið tilefni til þess.
Nú náðu við nú að vera að stressa okkur upp við Brighton ágætlega ryðgær þegar þá leikum við fram þannig að ef það var tens þá var þetta náttúrulega bara sjó. En það er vont að vera dottir í þann pakka að vera að fá okkur 3 mörk. Enn og aftur er þetta samt voða, sko ég hefði viljað sjá minn mann Alisson gera betur sérstaklega í einu marki. Förum aðeins Steini bara í gegnum leikinn og svona þessi atvik sem við erum að tala um. Við erum komin á fyrsta marki, þú veist, það var náttúrulega líka bara sérstaklega pirrandi að það er Andros Townsend sem skorar þetta mark út af því að einhverja hluta vegna fengu þeir aukaspyrnu þegar hann tek boltan inn að text bara, þú veist, það var innan mínútu áður og það er eitthvað sem til dæmis var hefði dæmt með okkur, sko. Algjörlega, þetta mark þeirra náttúrulega átti aldrei þetta fyrsta mark þeirra náttúrulega aldrei átti að gerast það því að VAR hefði tekið pjúra víti þar á Townsend. Það var ekki einu sinni vafi. Þannig að félagið og frendi, hann Roy Hodgson eftir leikinn þar sem hann var að reyna að ræða einhverja hendi á Robertson í síðasta markinu að hann ætti nú kannski aðeins að spóla tilbaka. Við sáum vitlausast í blaðmanna viðtölum eftir leiki, bara hann slæðir held í Mourinhoið, sko, þannig að Já, reyndar, ég tek alveg undir það. En að sjálfsögðu áttu þetta fyrsta mark náttúrulega út af því ekki að standa, en það virðist vera voðalega lítil áhersla lögð þetta. Þarna er alveg bara svona stónvól penalty sem á að dæma og það talar enginn um það. Það er bara upp völlin, markinu minn, málið dött. Enginn segir þetta. Ok, talandi þá umræðina, ég meina það gerir náttúrulega líka hérna í fyrri hálfleik að það kemur ennþá verður allt vitlaust, það er farið að gera í því, blöðin eru greinilega farin að koma svona blóðbragð, sko, farin að gera í því ef að Sala dettur í teiknum er alveg sama hversu mikið hvort þessi sparkaði hann togaði niður eða hvað, þá er náttúrulega þetta orðið einhver versta dífa bara í sögu fótboltans. Ég meina til dæmis í þessu atviki, það er enginn held ég að halda fram að þetta hafi endilega verið sko einhver pjúra víti, en ég meina til dæmis að horfum þetta frá hinum sjónarhólum er Sakko alveg saklaus, ég meina hann sparkar í hann sama hvað hver segir. Já, það er klár snertingar, en þarna vil ég bara, og fer ég fram á Sala standi, ég bara, hann er bara það góða leikmaður, ég vil bara ekki sjá hann fara það niður og þetta er bara illa gert, þetta er bara leikið hjá honum og bara hann á að hætta þessu bara núna. Punkt. Ég hjartanlega ósammála þessu, ef það sparkaði hann, drullaði niður, ekki láta sparkar í hann, ég segi þetta sem víti en hann kemur snerting og tekur hann úr jafnvægi reyndu það. Ég fer ekki dóna því að víti þarna móti Newcastle að þá ígir hann dæmið, það er rifið í hann ígir það, fær víti, það er bara víti, punktur. Íktana, já, hann íkti það, þarna er þetta bara, ef þú ætlar að fara niður út á snertingunni, þú gerir ekki á þennan hátt. Þetta var bara mjög illa gert og þetta var bara, þetta var bara dífa. Og ég, Þeir fara að dæma fyrir snertinguna, þegar menn standið af sér, þá fá þau bara ekki neitt. Þangað til dæmið á það, þá bara með að menn endilega henda sér niður það sparkaði það bara. Í þessu tilviki, það sem hann er að gera þarna, að hann er að fara niður þegar það er lítil snerting og við vitum alveg að þetta verður sett í algjöra grannskoðun og þetta gerir bara það verkum að núna fer hann að fá minna ef hann fer niður. Hann getur nú ekki fengið mikið minna heldur en hefur fengið mínus er kannski nú einhver 3-4 atvik undanfarið, þannig að það er svo sem engin skaði þar. Nei, það er það sem ég hrættur að það fari aftur í hittfarið. Það fari aftur í hittfarið, því að við erum allir sammála á því að hann var aldrei að fá víti á síðasta tímabil. Hann bara fékk ekki víti, það var alveg saman hvað var gert við hann og ég skildi það fullkomlega. Stóð af sér alveg hægri megin. Ég skildi það fullkomlega eftir það tímabil að hann væri að fara að ýkja brotin, bara sýna brotin betur, bara með því að fara fyrir niður og
En þetta hlýtur að vera einhver skilabóð frá æfingasvænum, það enginn að segja mér að Positino tala ekki það við sína leikmenn að, þú veist, ertu klókur og þú nærið í brotið hérna og þar, þú veist, og hvað heldur að Mourinho gerir til dæmis, skilurðu, þetta engir englar, ég ætla bara rétt að vona, ekki að Liverpoolun alltaf verið mjög öflugt og allt og öflugt, ég hef verið taugaður með hvað öflugt, hvað fair play var þar, en líka aðeins var þetta þess að dýfingar umræður, mér finnst þetta algjört bull þó að þetta hafi verið mjög soft hjá honum, að þá finnst mér þetta bara mjög mörgum tilvikum og flestum af þessu víti sem hann hefur nú þegar fengið, það voru bara víti að mínum mati og svo líka finnst mér umræðan. Allt víti. Það sem mér finnst umræðan sem að þú ert núna svolítið að taka þátt í, allt í lagi út frá þessu atviki, alls ekki almennt, að sko þegar þetta enski sóknarmenn, Calvert-Lewin í fyrra mót okkur ansi oft Harry Kane eða Zaha eða hvaða enskur Stubbert fær víti núna í deildinni, þá þetta sko varnarmaður sem bauð hættinu heim og í þessu atviki þá bara sparka Sakko í hann og bauð hættinu heim alveg eins og mörgum af þessum atvikum. Það sér að meina í þessu tilviki, ef þú sparkar í varnarmaður innan teiks, þá ert að bjóða hættinu heim, það var ekki nógu vel dottið, ok, skilur, en mér fannst þetta ekki svona ógeðslega alvarlegt eins og Afi látið ekki glæta, sko. Nei, ég er tiltölulega sammála því að þetta, ekki tiltölulega, ég er algjörlega sammála því, þetta ekki jafn alvarlegt eins og fjölmiðla umræðan búin að vera. Ég veit ekki hversu margar fréttar meintar saladýfingar búin að vera inn á fótbolta.net. Sástu Vardí bara núna helgina? Já, og það ekki sama Jón eða séra Jón í, það alveg ljóst. Það kalt á toppnum ekki bara dæmið það líka? Jú, og nú búið bara verið að targeta Sala í þessu og það það sem ég finnst eiginlega verst. Að það byrjað að targeta hana svolítið áður, svona setja svona spurningamerki við hann sem mér fannst ekki verðskuldað, en þarna hann bara gerir þetta mjög illa og mér fannst bara leiðinlegt fyrst og fremst, og þá ég ekki að segja að þeir séu eitthvað skárri og umræðan séu eitthvað skárri. Mér finnst bara leiðilegt að hann skuli vera að gefa þennan séns á sér, af því að í þessu tilviki hann snýr baki markið, það kemur alveg klár snerting, hann sparkar í hana af hverju og bara hvernig hann fer niður og hvenær hann fer niður. Þú ert ekki að fara að fá útrúsi annað en bara skít. Það var ekkert að leika þetta, hann datt, hann sparkaði hann að mitti svo datt. Við fáum ekki úr þessu skori kannski frekar að það skipti kannski einhver máli í stóra samhenginu, en þetta kom ekki sökheldur, þannig að það er gott. Liverpool, þeir hafa núna eins og segir, lendum 1-0 undir í hálfleik og maður kannski ekki alveg eins mikið á taugum og maður varleikurinn ekki búinn eins og var fyrir nokkrum árum hjá Liverpool, en þetta er í þriðja skipti sem við komum tilbaka á móti Crystal Palace. Þetta óðbáslega gott lið að eiga svona tölfræði móti, þetta lið nú oft alveg óþolandi. Þetta bara rúmlega óþolandi lið og bara ég svo óðbáslega feginn því að við séum búin að spila báða leikina með þá. Það bara þannig. Nákvæmlega, sko, förum aðeins á hundavaði gegnum hennan klikkaða seinni hálfleik. Þetta var náttúrulega hörku leikur, örugglega skemmtilegt að horfa fyrir hlutlausu, sko. Ég efa það ekki, en ég var bara ekkert fínt svona í endursýningu. Nákvæmlega. Ég meina þetta mark á Sala, þetta ógeðslega gott mark, fyrra markið sem hann að ná að kontróla boltann svona. Þetta lítur kannski auðveldara út heldur en það Ja, þetta bara frábær afgreiðsla, punktur. Og þessi stóðsending hjá Virgil van Dijk, hann búin að eiga 2 svona stóðsendingar nýlega, hann lætur lítið út fyrir að hann sé ekki að hitta boltan og bara settu beint á mennum. Þetta var alveg svo í Everton-leiknum. Ja, þetta bara bestu stóðsendingar ársins, það ekki spurning. Já, það bara Það líka jákvæmt kannski öðru markinu að ég maður rétt að þú veist á Keita sína fyrstu stóðsningu fyrir Liverpool átti nú afskaplega erfitt uppdráttar svona þar fyrir utan, en þó það ég líka velta þess fyrir mig með hann, sko, hann setur hann að vinstra minn í þessum leikjum núna, ég maður velti bara fyrir sig hvernig myndi Henderson standa sig í vinstri kantinum, mér finnst að vera alveg út úr stöðu, sko, en ég skil hann þegar gefur hlutur, hann færiði Mane yfir til dæmis til að kannski hjálpa Milner þá frekar, en mér fannst svona mennindir úr stöðu ströggla mest í þessum leik.
Milner og Keita? Já, Keita út af stöðu þarna. Hann er ekki vinstri kantur held ég sko, en Nei, hann er ekkit að spila vinstri kant þarna samt. Hann dregur sér svolítið vinstra megin eins og hann gerði hjá Leipzig. Hann var ofta að draga sig út vinstra megin. Í rauninni við erum ekkert með öðruvísi kerfi þannig í þessu. Ja, hann er ekki sama hlutverki þarna eins og var hjá Leipzig sko, enga veginn sko. Þá var hann annarkvora Henderson eða Fabinho stöðunum oftar sko. Já, ég held að upphaflega hafi honum verið stilt upp svona rétt fyrir framan þess að tvo miðjumenn, en vandamálið við Keita greið að hann verið fyrir alveg bara gerir snittur öllu sem heitir sjálfstöðsti. Hann hefur ekki trú á verkefninu, hann er bara inn í sér og það sem hann hefur heyrt líka, hann er búin að, og það sem ég skil ekki alveg, að hann er á í tungumála erfiðleikum. Það er ár síðan það var að vita, hann var að koma til Englands, bara drullaði þér á námskeið og verður bara klár þegar þú kemur. Þannig að ég held að ég er farin að hræðast svolítið fyrir hans hönd ég ætla ekki að afskrifa hann en bara mér finnst þetta ganga ótrúlega hægt hjá hann. Ég ætla ekki að gagnrýna hann, ég fór held ég 6 áfanga í frönsku og ég geti varla hilsa þér í dag. Ykkur tungumála örðuleikum. Nei, það er alveg hárrétt en við eigum hann inni eins og Oxchamberlain, hann kemur til, sannlega til, en herra dómari, jöfnunarmarkið hjá Pallas, er þetta eitthvað sem að VAR hefði tekið á, heldurðu? Er þetta brot, þú veist, hann alltaf klárlega haldið, allavega Van Dijk í þessu tilvík? Ég held ekki. Ég held að þetta honum er rauninni ekki haldið beint sko. Maður langaði að þetta væri brot en þetta er bara ég held að þetta hafi verið bara fyrst og fremst clever play hjá þeim og bara þetta var perfect hot og í perfect hæð þannig að Alisson ykkur hafa verið að tala Alisson hefði þetta að fara út í þetta var bara það hátt hot en samt það fast hot að ég held að þetta hafi verið bara fyrsta skipti sem að ég verið bara að segja ég held að þetta hafi verið bara úthugsað og bara eft atriði þannig að nei, ég hugsa að VAR hefði ekki hjálpað okkur annað. Þetta er sjálfsögðu bull og vitleysa, hann voru mér haldið, það var alltaf brot. Tek undir það. Nákvæmlega, ég líka sko, Pepperoni í markinu, þetta er náttúrulega æðislegt. Hann kemur þriðji markmaður og kemur þriðji markmaður ekki búin að spila í ansi langa tíma og við náttúrulega verðum bara að þakka það svolítið. Ég held að henni segja það, eða hvað heita hann sem er undan honum í röðinni hefðu ekki gert svona kalla maður þetta ryðgunar mistök eins og það gerir í markinu á Sala. Þetta glæsilegt marki á Sala, ég tek það ekkert af honum en mistök á mikilvægum tímapunkti. Ég hef aldrei séð mann fara með jafn miklum krafti í netið áður. Ég er alveg hissa á að netið skyldi halda görnum því að hann bara svoleiðis, hann þreyktist tilbaka sko. En já, þetta var bara mjög ánægjulegt og Hennessy hefði alltaf, hann er töluvert Harry, hann hefði alltaf tekið þetta en þetta var bara klár mistök og þú sást alveg á Speroni, hann var ekkert klár í þennan leik. Ég var það sem ég var óánægðast með því okkar mönnum, sérstaklega í fyrri hálfleik, að við bara reyndum ekkert á Speroni. Hann fékk eiginlega bara frí ról í fyrri hálfleik. Sérstaklega með við yfirböruna, þess að það var fyrsta markið svo ógeðslega þungt svona kjaftþök sko, þetta var svo ógóðslega. Algjörlega, því að sko þarna var risa veikur hlekkur eins og kom fram seinna í leiknum og að við skildum ekki láta eitthvað reyna á gaurinn í fyrri hálfleik, það var eiginlega bara það var eiginlega það sem var fúll með það því að menn það vantaði bara eitthvað brott í okkur. Já. Herðu, talandi það, sko, ljúkum þessu, ég meina, sko, loka kaflinn, hann bauð upp á allt og það var alveg 2013-14 Liverpool-liðið hjá Rodgers út af því að, sko, við náðum að komast í 4-2, við náðum samt að hleypa spenniut upp á þetta tíma, það er alveg ekta gamla Liverpool og James Milner, hann lætur kennara sin gamla, hann lætur að reka þessu út af og þetta er fjórða gula spjaldið sem hann fær á Saha og annar rauða spjaldið, þú veist, hann greinlega lenti í vandræðum með hann áður, sko.
Já, þetta var, og hann vissi alveg upp á sér sökin, hann var bara að byrja að labba út af þegar að áður en hann fékk að sjá spjöldin í honum, þetta var bara mótmæli þess ekki, það nokkuð ljóst, ég skal ekki þó ég sem er Liverpool gleraugun sem ég búin að vera með þannig að það sem afar þessu þetta, þá get ég ekki einu sem réttlega þetta. En það skal ekki tekið af Milner þrátt fyrir að þetta hafi verið erfiður leikur fyrir hann, þá sóknarlega var hann að skila bara fínu jobbi í hægri bakarastöðun, en þetta er væntanlega samt leikur sem hann vill gleyma sem fyrst. Tæknilega séð var þetta stóðsending í markinu á Sala. Já, þetta er tæknilega séð. Ef að pepperoni færa ekki á sig. Ég var í reyndar, mér finnst bara magnaður ferill hjá honum sem hann er búinn að eiga með það að John Moss hafi verið kennari hans. Já, það er þetta mjög góða punktur. En við erum núna það er komin frí núna og vonandi fáum við eitthvað af þessum leikmönnum og ég fannst sérstaklega erum við farin að sakna Joe Gomez í vörninu. Það er vonandi stutt í hann, en bara aðeins varandi Palace-liðið, sko, fyrsta lagi náttúrulega, eins og við vorum að tala fullt af skásurum sem að sá á samfélagsmiðlum og ég farið á leik á móti Palace og það átti alveg sama við að þeir eru að hrósa stuðningsmönnum þeirra. Þeir voru alveg sko áberandi langbestir og svona langmest í því að styðja sitt lið bara með öll önnur lið og jafnvel nærdeildarlið hafa verið að gera á móti Liverpool sem er bara svona, mann finnst það bara gott, þú veist, svona hálfgerður aumingaskapur að vera að syngja með öðru Liverpool heldur sitt eigin lið, sko, þú veist, það er bara merkjum að Liverpool er að gera eitthvað rétt, sko, en Palace, þeir voru mjög flottir og svo líka er alltaf spurningar þetta lið, þetta er hörkuð mannskapusteinu og ég meina, hvað heldur þetta lið væri til dæmis að þeir væru með betri stjóra heldur en Roy Hodgson, þú veist, þeir hafa verið í þessum Roy Hodgsonum núna undanfarin ár og þú veist, þeir reyndu 5 leiki eitthvað annað. Þetta er bara ótrúlegt, þeir eru bara að setja fullt af peningi í þetta, þeir eru með fullt af góðum leikmönnum og þeir eru alltaf í ströggli. Ég bara skildi og ég hef alltaf svona þrátt fyrir að þetta sé svolítið búkilið fyrir Liverpool, þá ég var alveg ofsalega fegin þegar að West Bromwich Albion fóru niður og þegar Swansea fóru niður, bara svoleiðis búkilið bara þoli ég ekki. Sunderland, jáfnvel, en Crystal Palace, þeir eru bara með tipptopp svona stuðning á baku sig, virkilega, þetta er svona fullri virðingu fyrir öðrum að þá er þetta svona eitt skemmtilegasta Lundúnafélagið. Það er fjör á heimaleikjum hjá þeim, þeir eru alltaf með fjör í útivallarstúkunni. Þeir eiga bara skilið miklu betra heldur en Roy Hodgson og það er alveg með ólíkindum með hvað þeir eru búin að vera að setja mikið pening í þetta félag sitt að þeir skuli ennþá vera með þessa risaeðlu sem stjóra. Þeir ætti að vera í topp með Zaha og Van Bissaka til dæmis og þess að þeir ætti að vera í topp 10 allavega með þetta lið. Ég meina, horfa á þetta lið, þetta er ekkert síðra lið heldur en Everton á pappir. Reyndar er Everton bara í öllu og sagði, ok, ég skal bara umorða þetta, þetta er ekkert síðra lið heldur en West Ham á pappir. Ég veit að ætti að vera einhvers staðar þar. Ein pæling sem ég heyrði í Anfield Draft sem var ágætt. Þú hefur 60 milljón pundum átt kaupa einn leikmann frá Palace. Hvaða leikmann það? Ætli það ekki Zaha. Ég held að það er bara því að vera með líka Trent Alexander í hægri bakgrunni. Mér líst gríðarlega vel á hann Van Bissaka. En Zaha er mjög sterkur sóknarlega og ég held að sko með alvöru stjóra þá er hægt að gera hann gaurinn að algjörlega svona bara banvænu vopni. Ég nefnilega held þetta séði mitt, þetta er jafnara heldur að svona myndi ætla þegar maður hendur svo fram, þessi Van Bissaka er rosalega efnilegur, ég jafnvel myndi taka hann út og ég er nokkuð viss að það myndi Trent bara fara eða stöðu sko, líklega þá á miðjuna, ég held ennþá að hann endi þar og svo er náttúrulega... Eða bekkinn. Nei, það er ég ekki, en það er spurning líka bara hvort að þessi Bissaka þróist endilega sem bakvörður, getur líka orðið sko miðvörður eða álíka, þetta er alveg gífurlega öflugur leikmaður, það er nú kannski það sem maður vil koma að þessu, ég er hann sammála með Zaha, ég er þetta aðeins í þessum leik og oftar hafa verið orðið á honum að
veit ekki að hann missi áhugan en hann ekki spennandi varnarlega og mér fannst að til dæmis í þessu leik stundum skrítið ég held að þetta nú vera eitt af fáið sem að Hodgson búin að ná að kýla inn í sína leikmenn að þeir þá vinni allavega betur varnarlega heldur að sér stundum frá Zaha og svo náttúrulega hann ekki alltaf svona óbáslega góður eins og í þessum Liverpool-leikjum Nei, og það klárlega vantar í hann ákveðin element og þó hann sé mjög snöggur og allt þá veit ég ekki hversu vel hann myndi fitta inn í hugmyndafræði Klopp. Það svona ólund í honum oft á tíðum og svona, já, það eitthvað svona, það eitthvað hugafar á vellinu sem að pirra mig stundum við hann, en ekki hugafar, ég veit náttúrulega ekki hvað hann hugsa, svona líkamstjáningin á vellinu. Hann færi kannski ekki í svona byrjunarliði hjá okkur en hann væri geggjaður í þessu Shaqiri hlutverki, það myndi engin slá höndunum móti því og hann kannski á ekki verið, ég skil ekki hvað hann gerir í Crystal Palace, hann verður valla þar mikið lengur, það getur ekki verið, en bara förum að ljúka þessum kafla Steini, ég ætla aðeins að það komna fréttir, Ox farin að æfa með liðinu á Dubai, ég veit ekki hvort það sem komin á alvöru æfingar en hann allavega fóð með hópnum og eru góða fréttir á hann og svo náttúrulega líka, þetta orðið bara svona, ekki orðið mánaðilegt, Trent og Andy Robertson, þeir eru báðir konum með 9-5 ára samninga, þannig að það gífurlega ákvæmt. Já, það rauninni í sáðan daginn, það rauninni bara Gini Wijnaldum að þessum leikilmönnum sem ekki á langtíma samning, sem eru 4-5 ár. Þetta bara mjög jákvæða fréttir og sérstaklega með Ox, það bara, hann víst byrjað að taka þátt í æfingu með bolta, menn vilja náttúrulega Hvað verið að tala um? Bayern seinni leikinn, eitthvað sem við erum að tala um? Já, menn vilja náttúrulega ekki flýta honum á hratt, þetta eru mjög erfið meiðsli og menn þurfa að vera algjörlega öryggir þegar þeir hleypa honum inn í þetta, en hann klárlega mánuði 1,5 á undan áall. Það spurning nefnilega með það þegar þetta gefið út þá að tala 9 mánuði og þeir eru að vera liðnir núna mánaðamótum þannig að þetta er allavega jákvætt að hann sé að skila sér. Það voru þessar fyrstu fake news. Já, ok. Það voru mjög vinsælar á þessum tímapunkti fake news. Það var talað 12 mánuði. Herðu, ok, en eins og ég segi þetta var 23. umferð, ég tók aðeins saman svona tölfræðins yfir hvernig næstu 15 hafa þróast undanfarin ár. Hann alveg áhugavert að skoða og nokkuð ljóst að Liverpool er að fara að verða í fleiri svona leikjum og vonandi bara höldum við áfram að vinna en ekki til í svona baráttu fram á orðstinni. Nei, ég vil komast aftur í fjórðasætis dæmið. Það er bara miklu meira afslappandi og betra fyrir hjartað. Flott segvei yfir næsta lið. Nákvæmlega, við viljum fjórðasætisbaráttu. Nákvæmlega, við ætlum að taka seinni hlutan og heyri Einari Guðna, stuðningsmanni Arsenal, förum í það núna. Þetta verður eitthvað bíó eða klippa til maður. Shit, ég gaði nú reyndar helviti að vita þarna bara svona. Já, þetta var mjög góð segvei, þetta hætti ég bara þetta kom. Þetta er bara gott. Þetta var alveg óvart. Nákvæmlega maður. Þú maður að kunna tímasetningar að kvöta það. Þetta verður með það fætt. Herðu, var flott. Það er fínt stundum að taka 2 svona spjall þegar maður hefur alveg nóga á dagskrá og Það er oft bara mjög flott. Þá kemur punktunum þínum að öllum og það er oft sem að fer sónar út bara með punkt sem að